I'm a crazy bastard komið á fóninn. Þriðjudagur klukkan orðin rúmlega 4 og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína. Og eins og alla þriðjudaga situr hann á móti mér, krútt bánsinn sjálfur, Sverrir Þór Sverrisson, oftast kallaði Sveppi, vertu velkominn. Takk ykkur kærlega fyrir. Ég nú bara einn hérna. Já, ég að tala þig og hlustendur. Já, fyrir að taka á móti þér. Já. Já, við erum með stút fullan þátt handa ykkur í dag. Kæru hlustendur. Það nóg að vera, maður. Já, við erum búin að vera duglegir í dag, maður. Sæll. Og ber þar hæst, afmælisbarn dagsins, Jan Jansen eða Jón Jónsson, eins og hann heitir víst á íslensku, í hitaklefa dagsins. Já. Og það er ekki alveg komin tíma að láta þann sigurpúða heyra það. Jú. Tótt hann í afmæli. Já, hann á afmæli og það er einhvern veginn alltaf ganga hjá honum. Já. Það var að gera að koma mönnum aðeins niður á jörðina. Já. Henda þeim í hitaklefan. Svo erum við með vondu símakönnuna, þar sem við ringjum í bara eitthvað fólk út í bæ og spyrjum spurningar sem eru óþægilegar. En svona kannanir eru víst gerðar út í heim. Já. Út í heimi, þannig að einhver er að spyrja þessar spurningar og okkur ekki við. Og það var virkilega skemmtilegt, tókum það upp hér fyrir í dag. Svo ætlum við að reyna að ringi hana móði mína hérna eftir sem í vinnunni og það hendar okkur eiginlega betur þegar hún að vinna. Já. Því að þá getum við ringt bara beint í vinnusímann. Já. Svo ætlum við að spila fyrir okkur nýjan trailer. Við Sveppi byggum til okkar svona eigin Airwaves trailer. Já. Og samkvæmt þessum trailer þá byrjar uppbytunum fyrir Airwaves í kvöld. Já. Og ég myndi ekki missa þeim böndum sem að spila. Þið heyrið þennan trailer hér á eftir. Virkilega skemmtilegur. Svo eru sturlaðar staðreyndir á sínum stað. Og svo ætlar hann að koma til okkar hann Herbert Guðmundsson eða Big Herb, kóngurinn sjálfur. Hann á leiðinni. Já, hann kemur hérna 5:30. Hvað að frétta á honum? Viltu ekki bara spyrja hann á eftir þegar hann dettur í hús? Jú. Það eins og ég heyrið kæru hlustendur þéttur og stútfullu þáttur hjá okkur strákunum í dag. Hvernig ertu búin að vera síðustu viku? Ertu ekki brattur? Jú, ég er búin að hafa nokkuð gott. Já. Jú, mjög gott. Alltaf feskur? Já. Fór í smá bústað helgina. Já, með hverjum? Fór með vinum og vandamönnum og börnum og tróðfylltum bústað og eldgrillaði nautalund maður. Vá, voðalega er alltaf kósí þér. Já, það er búið að vera voða kósí. Já, og meðan ég búið til útvarp alla daga, þá varst þú bara út í bústað að geta nautalundir. Og sturtaði niður með rauðvinning. Skotin sjálfur maður. Það er að gerast þetta. Já, Þú sjálfur? Ég er bara búin að vera brattur, sko. Já. Já, hel feskur, róleg helgi og allir kósí. Já. Já. Búin að finna þér konu? Nei, ég sá að ég hef nú ekkert hitti síðan að þú varst í nærmyndinni. Já. Þar sagði þú nú að þú heldur að ég myndi nú eignast börn og konu í daginn. Þakka fyrir það. Já. Fallega sagt það Já. Og takk fyrir að minna fólk líka á það að ég mætti deyja. Já. Það var huggulegt að þér. Já. Það er svona, já, einmitt, sko, Já, það er bara þannig. Það er svona með svona my single friends. Já, your single friends. Já, allir sem eru á lausu og eiga ekki börn með að deyja, samkvæmt Sveppa. Nei, ég er nefnilega búin að finna það í konu. Já, ég er feskur. Ég er góður. Hún er rosa, hún er að tala voða mikið um mig. Já. Frænkavingunum minnar, 24 ára. Já, ég er feskur. Hún er barnlaus. Já, frábært. Og alveg frábær stelpa fyrir þig. Akkurat. Skemmtilegt og við ræðum það bara betur síðar. Já, ég þarf að senda þér myndir af henni og númer og svona. Já, skemmtilegt, virkilega skemmtilegt. Hún er voða hrifin að þér. Ég sá í nærmyndinni að þú ert ekki enn búin að jafna þig á því þegar við hittum Gus Hansen. Já, það eins og þú hefur nú gaman að því að hitta frægt fólk. Já. Þá finnst mér svona sá sísti vera Gus Hansen kannski. Já, af öllum sem við höfum hitt. Já, og þarna gæinn úr Blue, söngvarinn úr Blue. Já, herru, þú ýkti það nú aðeins. Ég spurði hann bara hvort þetta væri gaurinn, ég spurði hann bara, are you in the band Blue? Já. Hann sagði, yes. Ég bara, ok, af því að mér fannst ég kannast við hann, ég var ekkert eitthvað stökk og mér er drulluð saman hljómsveitina Blue, sko. Já, þú labbaði til hans að fyrir, komst upp á hann. Já, svona aðeins kastaði á hann kveðju. Ég var ekkert eitthvað að tapa mér ef eitthvað söngvar í Blue væri. Þú sagði við hann og þú er sjálfur að vinna á Pop TV. Já, það er rétt hjá þér. Já. En ég var ekkert spenntur fyrir þessu. Hættu bara að þetta fáum fyrsta lag dagsins og það er Ásgeir Trausti. Já. Sem er gríðarlega vinsæll á Íslandi í dag. Hann er með 6 tónleika á Airwaves maður og 4 þeir eru off venue, þannig að enjoy the ride. Já. Skemmtilegu titill á lagi. Hann er að tröllríða öllu í tónlistarsamfélagi Íslands maður. Já, hann gerir allt vitlaust þessu gutti. Hann er flottur. Já, hann fór á Hvammstanga, 20.
Tvíbur frá Hvammstanga, hugsaði. Já, svona saklaus og já, sko, hann er svona saklaus og feiminn núna. Já. Munna endast, Sverrir. Nú þekkir þú tónlistarbransan vel á Íslandi. Já, það nú ekki mikið til þess sko, svona gæjar, sko. Tapir sér, þegar velgengnin bankar svona upp á. Það stígur þeim til höfuðs, maður. Hann verður hann blindfullu bara á Grand Rock hérna eftir 2 vikur. Eða Grand Rock, það nú hættir reyndar. Já. Nei, það aldrei að vita nema að fara vel með þetta. Við óskum allavega allsins besta, en það komið að slúðri hér í FM 95 Blu. En svo alltaf á þessum tíma dags. Og nú vil ég fá eitthvað almennilegt, sko. Já, ég ætla að byrja slúðurpakkana á Robbie Williams, en já, hann giftur og nýbúinn að eignast barn, þessi söngvari, og já, ég hef alltaf fílað Robbie Williams, mér finnst hann töffari. Já. Og hann var að segja hér í viðtali að þó að hann sé giftur og nýbúinn að eignast barn, að þá myndi hann ekki neita Mílu Kunis ef hún myndi bjóða honum upp á hótel. Já. Skemmtilegt fyrir konuna hans að lesa þetta viðtal. Hann segir að honum finnist Míla Kunis svo fallegasta á markaðnum í dag. Hún reyndar með Ashton Kutcher. Já, það stendur í fallegasta leikonan í dag, segir hann. Já. Og segir að hann ætti erfitt, þó hann sé giftur, þá ætti hann erfitt með að neita því að fara með henni upp á hótelherbyggi. Vá. Já, ok. Þetta lætur svona út og þú ert á föstu. Það er kannski búið að mistúlka þetta eitthvað, maður veit það ekki, en maður, sko, þegar maður giftur og þegar maður með konur, þá maður ekkert mikið að gaspra aðrar konur, svo sem. Nei, ekkert þið langi að sofa hjá annari konur, sko. Nei, ég myndi sleppa því alltaf. Og veist, ef maður sér flotta konu, og mann langar að horfa á eftir henni og kíkja rassinn á henni, þá gerir maður það og segir, shit, svo sko hann í ljótu skóm. Það gerir ég, sko. Það gerir ég. Rákættu strikkjar. Svo það, já, næsta slúður og það af Elizabeth Taylor. Þetta þetta komið pínu óvart, en Elizabeth Taylor var núna að taka fram úr Michael Jackson yfir, já, sko, the celebrity that earns the most after death. Eða, hún svona fræg manneskja sem þénar hvað mestan pening eftir andlát. Já, ok. Og, já, tók fram úr Michael Jackson sem var í fyrsta sæti á þessum lista í fyrra. Á þessum lista eru líka Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Elvis Presley og fleiri. Og Elizabeth Taylor í efsta sæti. Af hverju í ósköpunum? Hvað eitthvað fólk að kaupa eitthvað shit með henni? Hvað hún Elizabeth Taylor dúkkan þá að... Ég veit það ekki. Þetta leikona sem að, já, hún var nú, sko, hraðrið niðurlega síðust ár sín sem leikona. Já, veist, ég meina, hún söngkona eða? Nei, bara leikona. Þetta að kaupa diskinn eða? Þessna fatt þetta ekki. Ég skil ekki hvernig hún getur verið að þéna mest af, já, látnu fólki. Já, og þá erum við að tala sko, veist, Michael Jackson. Já. Sem ennþá að selja bara plötur í milljónatali. Já, það að fara að setja upp risa sýningu með honum í Vegas, Cirque du Soleil. Þangað verð ég mættur þegar það dettur inn. Það alveg pottitt. Það töff. Já, mér langar ógeðslega að sjá það. Michael Jackson, Cirque du Soleil held ég sé algjör veisla, sko. Já, ég sammála því. En hver heldur að sé svona þéna mest eftir andlát á Íslandi? Willi Will, eða ekki? Willi. Ellie Vilhjálms kannski? Ellie. Já, ég myndi setja peningin á Villa. Já, mjög líklega. Það búið að gera bók og það búið að endur gera diska og það alltaf verið að syngja lögin hans og... Tónleikar og svona. Það bara vonandi að fjölskyldan hans fái eitthvað af þessu. Já, það hlýtur að vera maður. Já, heldur að þú myndir þér eitthvað eftir andlát? Efast það, sko. Kalla á þakinu sýningin fara aftur á stað. Svona, DFT-diskandir rjúk út allt hérna. Ég myndi græða það. Það verður að selja DFT. 70 mínútur. Já, svo ætlum ég enda hér þennan slúðupakka á Kim Kardashian. Hún virðist ekki alveg vita í hvort fótinn hún á að stíga þar að kemur að þessu brúðkaupi sínu, en hún og Kanye West ætla vist að gifta sig, því að ég las í slúðri hérna daginn að hún ætlaði að vera með svona rólegt og cozy brúðkaup núna bara á einhverju eyju og bjóða bara nánustu. Kanye West var ekki alveg tilbúin í það og já, eins og staðan núna ætlaði að halda $20 million brúðkaup sem helmingi dýrara en síðasta brúðkaup sem að Kim Kardashian hélt daginn. Það kostaði $10 million og stóð svo gifting yfir í 72 daga. 72 daga? Já, það voru gift í 72 daga. Bara grín, sko. Já, brúðkaupið var ekki 72 daga. Djúðlega er það gaman að halda bara svoleiðis afmæli. En já, sko, í þessu brúðkaupi hún ætlar að eyða $500 million í skartgripi og, nei, $2 million í blóm. Það eru 260 milljónir íslenska króna í blóm fyrir brúðkaup. Það getur ekki verið. Það ert að reykja. Hver segir, veit, og hver kemur fram og segir þetta? Er hún að segja þetta? Já, þetta er... Já,
Ég er að fara að gifta mig og ég ætla að eyða svona mikið í þetta og ég ætla að eyða ógeðslega mikið í þetta. Já, samkvæmt þessum lista hér þá ætlar hún að gefa Kanye West Aston Martin bíl sem einhverju miklu uppáldi á honum, hann kostar $2,5 milljónir. Og svo þegar hann les þetta þá veit hann það sem sagt. Sem ömurlegt. Svo asnalegt lið. Já, þetta bara... Ég held að hún sé hálfviti. Ljótt að segja. Kannski hún snillingur. Já, ég meina hún alltaf búin að ná langt á engu, það nokkuð ljóst. Hún hvorki leikkona né söngkona og hefur einhvern veginn náð að markasetja sig þannig að hún getur haldið brúðkaup ár eftir ár og fyrir nokkra milljarða. Já, en hún moldrík og örugglega bara svo leikið sem hún hamingjusum. Já, ætli það ekki. Einhver sé góð. Öllum drullu sama. Við skulum fara hér í slúðrið, í auglýsingar og svo reynum við að hringja hérna mútu. Svo líka hitaklefi dagsins, óþægilega könnunin og fleira. FM 957 kynnir gammamyndina Pitch Perfect. We need 8 perfect singers if we want to be champions. Anna Kendrick og Rebel Wilson úr Bridesmaids fara á kostum í frábæri mynd. You call yourself Fat Amy? Yeah, so trick bitches like you don't do it behind my back. FM 957 býður heppnum hlustundum á myndina. You guys are gonna get pitch slapped so hard. Fylgstu með á FM 957 og þú gætur unni miða. Pitch Perfect. Frumsýnd 2. nóvember í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Rock og roll, potturinn í Víkingalottó stefnir í 2,5 milljarða og fyrsti vinningur tvöfaldur. Víkingalottó. Hraða interneti yfir ljósleiðara á yndislegu verði. Það ekki bara sniðugt? Tal. Svona á samband að vera. FM 95 blöð. Á FM 957. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaði. Trompaði daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Rólegt og rómantískt eins og við höfum Blöndal hérna á þessum yndislega þriðjudags eftirmiddegi. Já. Nú það ýmislegt framöndan. Herbert Guðmundsson ætlar að koma til okkur klukkan 5:30. Við ætlum að hringja í mömmans Audda því að hún var að gera ótrúlega hlut. Hún var að setja nýja prófælmyndin hjá sér. Á Facebook og það eitthvað sem að þarf að hringja út af. Og Svo Jón Jónsson í hitaklefa dagsins. Jón Jónsson í hitaklefanum og óþægilega símtalið. Allt að gera. Það var verið að senda mér Linda Pétursdóttir. Já, fegurðardrottning. Alheims fegurðardrottning. Já, var að láta okkur heyra það út af Elizabeth Taylor. Við vissum ekkert hana. Ástæðan fyrir að hún að þéra svona gríðarlega núna eins og hún skrifar hérna, commonity. Taylor með ylvött, skartgrippi og bunch af öðrum vörum. Já. Hún Það hlaut að vera eitthvað. Einhvern veginn þérnar hún. Og það líka ágætt að það sé einhver út í bæ sem að svona remindar okkur að við séum fávitar í svona. Já, við vitum ekkert maður. En það gleður mig. Já, en sko við veit að ég segja hvað gleður mig. Á að setja vitlaus? Nei. Hvað? Linda fucking Pér að hlusta. Góður punktur. Það elska ég. Já, það shoutout. Það sem að tekið sexy röddina núna. Það bara fyrir hann. Ef að vera pínu sexy bara heil innkomið. Það aldrei vitað. Linda út að hlusta, takk. Við ætlum að fara núna í sturlaða staðreyndir. Hvernig líst þér á það? Fíla það. Þú þekkir reglur. Ein staðreyndin kjaftæði sem ég búinn að búa til. Og ég ætla bara að byrja. Já, ég þarf að pæli því, já. Já, samt ekkert svona. Það bara í lokin. Ég vil freka fá þig til að bánsa með mér á staðreyndinar sjálfar. Byrjum mér á fyrstum. Það ekki hægt að kýtla sjálfan sig. Sturlu staðreynd. Fíla það. Og þeir sem heyrðu núna að hlusta að prófið það. Ég reyndi þetta á hann. Ég mjög kýtlinn. Gerist ekkert. Nei, það ekkert. Ég held þetta að sé eitthvað svona shock effect, en það gerist ekkert og veistu að það var kýtlaði, sko. Ég er að kýtla maður fullu. Já, ég meina það ekki hægt að bregða sér. Bú! Nei, mér brá ekki. Svo er það næsta. Yngsta amma heims varð amma 23 ára. Aftur kjafti. Viðbjóður. Já, veist ok, ekkert viðbjóður, sorry. En skelfilegt. Já, það er bara 12 og 11 ára eða eitthvað. Þetta ég meina 23 ára amma. Já, þú eignast bara 12 ára og það eignast annar barn 11 ára. Já, það þarf að vera eitthvað enn þannig. Þetta er bara ógæslegt, ljótt að segja. Já, þetta er bara barnaníð og viðbjóður. Förum við næstu. Matur 7 sekúndur að fara frá munniðinum niður í maga. Þetta fannst mér svona skemmtilegt. Ég hugsaði að þú myndir hafa gaman að þessu. Þú spáði mikið í mat og svona. Þannig að þú ert að kynkja, þá tekur alveg 7 sekúndur að fara niður. Mér finnst það svolítið langur tími. Aha. Já. Alveg sama hvernig þú kynkir. Og gleipir, til dæmis. Já, bara þetta 7 sekúndur að fara niður. Þó þú gleipir hratt, þá það lengi niður. Já, kemur vélindað og tekur þetta. Stoppar þetta
Það náttúrulega fer kannski, ætla að fara ekkert eftir hvað þú ert að borða. Þetta sjálft bara 7 sekundur. Já, hvort það vatn eða gildum við Big Mac. Já. Svo næsta, ef þú ertu 182 cm, þá ertu hærri en 94% af mannfólki jarðar. Hvorki meira en minna. Þannig að ég þarf bara 3 cm, þá var ég, þannig að þetta segir mér, ég er örugglega hærri en 90% af heiminum. Vá. Þú ert bara meðalstærð. Ég er bara hug. Hvað ertu, 1,60? 1,70. Já, þú ert 1,70. 1,71 eitthvað. 1,71 í vegabriði skóm. Það er svolítið þannig. Já, þú ert 1,70. Já. Svo er það önnur hérna sem er mjög skemmtileg. Eistun og kólkrabba er í hausnum á honum. Hressandi. Þannig að... Það er nú bara eins og á okkur. Já. Við erum með bara, veist. Hugsa með þessu. Svo næsta. Meðal maður eyðir 2 árum af ævi sinni í að stunda kynlíf. 2 árum? Já, ég held nú að væri meira, svona með það. Þú ert 3 ára á æviðin á klósettinu, sko. Nei, auðvitað ekki. Auðvitað ertu miklu meira á klósettinu og stunda kynlíf. Hvað er eitthvað ruglað? Já, þetta skýta 2 ára dag, kannski. Nei, sleppið því reyndar, en þetta er samt slatti. Já. 2 ár, er þetta ekki bestu ára æðum hans? Þessi 2. Jú. Svo kemur næsta, það er meira áfengi í munnskóli en rauð og hvítvíni. Þú erum ekki að vera að gefa einhverjum vitleysingum að noti hugmyndir fyrir helgina, en... Nei. En notar munnskól? Nei. Nei, kannski einhver sem mætti skoða. En sko... Nota rauðvín til þess að skóla þig. Ég er samt þegar þú tekur hana munnskóla, finnum maður alveg rosalega, veist svona, mikið áfengi í því, sko. Bara rúmlega 14% alkohól í munnskóli. Greinilega. Svo, næsta, 30% af skilnuðum fólks má rekja til hrota, eða sem sagt að makinn hrjóti. Já. Og þetta er svolítið hátalamaður. Þú veit ekki að skilja við maka þannig að hrjóti. Já, sko, hætta saman, þetta er ekki bara skilnaður, bara hætta saman, skilur. Ef að makinn hrítur og þú giftist honum, þá ertu væntanlega ekki að fara að skilja við hann út af hrótum, en það er svona að vera, veist, þetta er breakups. Skilur. Þannig að þú ert kannski búin að vera með einhverjum í 2 mánuði og þú elskar að bara finnst hann rosalega skemmtilegur eða skemmtileg en svo bara hrítur hann svo rosalega að þú getur ekki verið í kringum hann. Hrótur er reyndar alveg skelfilegt að vera í kringum. Hefur ekki lent í því eða? Ég er alltaf sofandi þegar fólk er að hrjóta. Já, ekki ég. Mér er mjög erfitt að sofna hliðina einhvern sem hrítur. Já, mér er basically alveg sama, sko. Já, maður þarf að henda honum á hliðina, hrítur hann minna, sko. Svo kemur næsta. Það tekur 6 mánuði að smíða Rolls Royce en 13 klukkutíma að gera Toyota. Þetta meina? Já, enda er 50 ára ábyrgð á Rolls Royce. Og þú kaupir Rolls Royce, þú reyngst maður efnaði, og hann bílar, þá var alltaf í ábyrgð í 50 ár. Wow! Og ég sá... Auðvitað á maður að kaupa Rolls Royce. Auðvitað. Hvað eru það að spá? Er hægt að kaupa Rolls Royce á Íslandi? Já, örugglega. Flytjandi landsins. Það eru 2 eftir. Þetta hérna fannst mér áhugavert. Fólk sem er haldið Peladófía er hrætt við sköllótt fólk. Það er ekki, ég sé ekki í kringum marga sem eru með Peladófíu. Nei, þeir eru farnir. Sástu ekki gæði sem hljópinn út á hann? Hann er sköllóttur. Ég verð að drilla mér út. Svo er það síðasta, konur segja 7.000 orð á dag en karlmenn 2.000. Það er ekki smá munur. Það er sturlu staðrind. Samkvæmt sturlu staðrindu tala konur næstu 3 sinnum meira, 4 sinnum meira en karlmenn. Já, samt erum við núna að tala alveg á milljón og ég er ekki búin að segja svona, veist, 1500 orð bara síðan að við byrjum þáttinn. Já, þú tala meira en kona en á þriðjutum. Það er staðfest. Já. Og þá spyr ég þig, Sverrir Þór Sverrisson, hvað af þessu var kjaftaði? Ég passaði mig í dag, þetta var of augljóst síðasta þriðjudag, sko, og þú varst eitthvað að láta mig heyra það, þannig að ég ákvað að vera aðeins lúmskari. Hvað heldur af þessu kjaftaði? Þannig að lesa þetta allt aftur. Ok, það er ekki hægt að kýtla sjálfan sig, yngsta amma heims, matur, 7 sekundur að fara niður. Heyrðu, ég með það. Hvað? Það er annarkvort yngsta amma heims. Já. Eða að kolkrabbi sem er eistun í hausnum. Það er rangt hjá þér, það er 30% af skilnuðum fólk sem ekki rekja til hrota. Ég byrjar að ná ykkur núna, maður. Þá er hitt satt. Allt hitt var satt. Það er líka ógeðslegt. Fáum David Guetta og She-Wolf og tjekkum svo á mútu. Hún var að skipta prófælmynd.
957 blöð með ykkur á FM 957 og það er dagskarliði sem að hefur fengið, tveggja, þriggja vegna frí. Já. Það er hún, móður mín, Hafdís Sveinsdóttir, við ætlum að ringja hana. Oh yeah, baby. Og það er ekkert ástæðalausu því að við vorum að skoða Facebookið hennar núna, við Sveppi. Já, og það er eitthvað sem að vinir hennar hafa tekið eftir. Já. Hún er búin að skipta prófælmynd. Og prófælmyndin hennar er búin að fá hvorki meira en ég minna en 36 likes á örskumum tíma. Já, og fólk er að kommenta á hana. Já, og sérðu hérna, hún stendur hérna út í snjókomu og sérðu það er rosalega mikill snjór, þannig ég er að spá er þetta gömul mynd? Já, hún er mynd af henni í úlpu í snjókomu. Þetta er svolítið eins og passamynd sem er að snjóin á. Já, og þetta er líka svolítið bara eins og plötuumslag og nýri jólaplötur. Já, og ótrúlega satt, þá gæti þetta verið nýja jólaplatan hennar Helgu Möller. Já, svei mig þá. Já, mamma henni er ekkert ólík Helgu Möller. Nei, það eru báða mjög sætar. Hérna, og sérðu líka mikið verið að kommenta, þú veist bara, flott myndaði, mikið ofbóðslega heldur eða vel og góð myndaði, frænka stendur hérna, flott myndaði hætti og hún er að fá rosalega mikið út á. Já, og samt er þetta bara basic mynd. Já. Hefur ekki tjekka á henni? Já, er hún í vinnunni eða er hún heima? Ég veit það ekki. Aldrei að byrja á gemsanum. Já, með leinunúmeri. Við höfum ekki hringt í góðan tíma núna, sko, svo hefur við líka oftast að ringja heima síman. Já, og líka niður í flugfélag, það sem hún vinnur. Ætlum hún sé í baði eða? Nei, hún er að vinnunni, sko. Ætlum hún sé í sturtu, kannski? Þýður, sér. Flugfélag Íslands. Já, góðan daginn, er þetta Reykjavíkurflugvelli? Þetta er reyndar á Akureyrarflugvelli. Akureyri, ok, ég ætla að tala við Hafdísi Sveinsdóttir á Reykjavíkurflugvelli. Halló. Er það Hafdís Sveinsdóttir? Heyrðu! Sæta, hvað, Hadi? Já. Til hamingju með nýju prófælmyndin á Facebook. Við vorum að skoða hérna Facebookið. Hún er vangin. Hún er ekkert smá sæti sem myndaðir. Er ekki allt í lagi með? Þetta grínast, þetta er eins og plötuumslag fyrir Helgu Möller. Strákar, ég er að vinna. Já, sko, kalla þú nú bara yfir hérna allt. Heyrðu, ég er í útvarpinu. Og það er sonur minn sem er að ringja. Látið mig vera og geðin ykkur eitthvað svona. Við verðum að spyrja það núna, Móta. Það er rosalega mikil snjókomandi kringu á myndinni. Já. Er þetta tekið í fyrra? Já, nei, í mars. Tekið bara núna í mars? Já. Sæl, hvar var þetta? Flúðum. Já, rosalega hefur snjóað þarna í mars. Alveg svakalega. Svona líka hafði kyngdi niður, maður. Og þú hugsaði náttúrulega bara leið. Heyrðu, strákar, takk ég mynda mér. Þetta vil ég fá á prófílinn minn, maður. En þú setur hann inn fyrir 3 dögum, Móta. Strák, hvað er í gang? Bjóstu við 36 likes á svona skömmum tíma? Og það er... Sælega. Hvað sagður þau? Ég sagði, veistu ekki hvað ég viss það? Þetta alveg, og já, þetta er á Flúðum. Já, þetta er á Flúðum. Ertu edru á þessari mynda? Ertu edru? Já. Ég held að vera aldrei edru á Flúðum. Hver er edru á Flúðum? En svo hérna, en þú ert að fá líka hérna, þú eru margir að segja að þú sett sæta á henni, flott myndaðir, kemur hérna. Hvað er það? Og svo kemur Helga hérna, sætu stendur í henni. Hættu þessu. Eva Sigurðardóttir segir flott myndaðir handi. Ég veist að það er alveg svakalig snjókoma á þessari mynd. Strákar, ég nenni ekki að tala við. Þetta er æðislegt. Ég auðvitað nenni að læka þetta fyrir mig. Manstu, mamma, hvað ástu að hugsa þegar myndið var tekið? Ekkert. Varstu að hugsa, þarna er komin solid profilmynd. Þetta á eftir að ná í 50 like. Var eitthvað svoleiðis? Nei. Er þið mikið að gera nú á flugvelli? Nei, ekkert rosalega. Getur þú kalla í kallkeru svona, kæru farþegar og leið til Akureyrar? Þetta er Hatti, ég er komið með nýja prófælmynd. En nennur að kalla í kallkeru, kæri hlustendur. Nú er þátturinn FM 95 blöð í beinni útsendingu og FM 957. Endilega stillið. Hættu þessu. Já, þetta er á Flúðum, maður sér það sko. Já, en ertu ekki annars stress, Sæta? Það er svo langt sem þú ringdu mig. Jú, ég er rosalega hress. Það var gaman fyrir your fans síðasta miðvikudag í Íslandi í dag, fengið að sjá þig. Já, alveg svart. Við vorum huggulegir í sjónvarpinu, Hatti. Fannst þið það? Já. Mér fannst þið samt bæði eiga svolítið erfitt með að segja fallega hlutu um mig. Já. Nei, ekki, við sagðum bæði. Já, alveg rétt, ég glemdi og sagði ég verið stundist. Takk aðeinslega fyrir það. Það var stórkostlegt að þér. Það var allt þetta góða og klippt út. Ég sagði líka, þú væri yndislegur. Já, ég er að stríða þér. Ég er að stríða þér. Bæði. Já. Ég sagði ekkert slæmt um þig. Nei, Sveppi sagði ég mætti deyja, hvað fannst þér um það? Já, það fannst mér ömurlegt. Já, það var ógeðslegt af mér.
Það eitthvað sem að ég það bara að bera í hjarta mínu alla ævi, sko. Já, ég lansi þetta. Já, þetta var ógeðslegt. En við ætlum bara að tjekka með þessa prófælmynda því við sáum hún að fá hellinga likes. Ok, Þú ætti kannski að láta okkur vita næst þegar þú skiptir. Nei, beða helst ykkur. Bye. Já, hún var hress og, hress að vanda. Já, í vinnunni. Já. Það var létt yfir henni, maður. Það er alltaf létt yfir henni. Þetta var móðir mín Hafdís Sveinsdóttir og við óskum henni aftur til hamingju með þessa frábæru prófum. Þetta er sambland af Hemmagunn, Völu Matt, Jóhannes og Fóðubílnum og Helgu Möller. Æðisleg. Það er mamma. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magasín drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Óttar bendir hér. Óbje. Það er sem sagt 15 króna afsláttur af lítranum í 10. hvert skipti sem delt 25 lítrum eða meira með óbjaliklum. Afsláttur allan hringinn með óbjaliklum. Ásgeir Trausti og meir en 200 aðrir listamenn eru á Airwaves. Náðu í appið og upplifðu Airwaves með símanum. Rúdolf mætir á fimmtudaginn. Þessi ómótstæðilegi hreindýraborgari er einungis í boði fram að jólum á meðan birgðir endast. Ertu tilbúin? Pantaðu borð í síma 575755 eða á fabrikan@fabrikan.is. Hamborgarafabrikan. Vertu velkomin. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Skýta með þetta í tækninni þeirra að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 og slöknaðist við miður þarna á Jan Jansen eða Jóni Jónssoni. Afmælisbarni dagsins. Afmælisbarni dagsins og sem að bæði vegi er í hitaklefa dagsins. Já, hann er í hitaklefanum sem er hér rétt á eftir. Steytist líka í óþælu könnunina en eins og margir vita þá er Airwaves í fullum gangi núna. Já. Og alltaf verða crazy þar. Já. Og ég við Sveppi, við höfum ákveðið að gera okkar svona eigin, Airwaves trailer. Já, það er náttúrulega, ég verð nú að viðurkenna það, ég hef ekkert rosalega tolerans fyrir Airwaves. Já, ég held sko Airwaves er yndislegt fyrirbæri. Já. Þetta er eitt af því besta sem hefur komið fyrir Ísland. Bara lengi, þetta er, þú veist, mikið útlendingum að koma og svona, en þetta er ekkert alveg ég samt eitthvað. Nei, þetta er ekki alveg ég og þú erum bara fávitar. Við viljum bara sjá, skilur Helga Björns og SS Soul í Njálsbúð. Já, við erum bara pleppar eins og það kallast. Ég er ekkert að fara að sjá Lóðuna Úlpu, skilur við spila á Hlemmi eða eitthvað. Nei, en svo nákvæmlega, svo eru náttúrulega líka hljómsveitir á Airwaves sem að maður er bara svona, hvað sagður þau? What the who? Og það er líka það er fullt af fólki sem að finnst rosalega töff að fara á Airwaves. Já. Og kannski hafa þær ekki eins og gaman að því. Nei, bara, að hangi röð fyrir utan listasafnið. Ég kom með armbandið og ég ætla bara að tjekka það hérna og það er náttúrulega menn eins og Jón Gunnar sem sjá allt. Já, Jón Gunnar Gerdal. Já, hann fer á allt og hann er strax bara að byrja á Facebookinu sínu að segja frá hvað er off-venue í kvöld og eitthvað svona. Já, hann er eins og hann sé talsmaður Airwaves. Já, allt fara að stað hjá honum. En það sem við erum búin að gera við Sveppi er að við erum búin að búa til okkar eigin svona Airwaves trailer og þar koma fyrir bönd sem er ekki til í alvörunni en mættu alveg vera til. Ó, já. Skulum heyra, bara Airwaves trailer, Auta og Sveppa. Tjekkum á þessu. Uppbytun fyrir Airwaves. Airwaves trailer okkar Sveppa, hellingur að skemmtilegu hljómsveitum eins og Súr Kúkur og fleiri. Það er alvöru band, sko. Og við þökkum Þorkeli Mána kjallaði fyrir aðstofuna í þessu. Hann las fyrir okkur strákana, en það er eitt lag sem að Sverrir Bergmann syngur sem að Sveppi Krull hefur mikla mætur á. Þetta er hans upp á hljómsveit, heitir Rolling Stones og lagið heitir Wild Horses. Cherry Little Lover Boy. Take it away. It's easy to do. The things that you wanted. Well, I bought them for you. A graceless lady. You know who I am. You know I can't let you.
Sveppi með ykkur hér í FM 95 Blö. Verðum hér til 6 í dag, strákarnir, og það komið að dagskrárlið sem að, byrjaði hjá okkur í síðustu viku. Já. Og heitir óþægilega könnunin. Já. Við fórum að velta fyrir okkur við Sveppi, bara hvernig sumar svona kannanir verða til, eins og í sturlun staðrundum ég að segja frá meðallengda á tippum og fullt af svona rugli, einhverju kynferðislegu og... sem þú getur fundið einhverju prósentutölu. Já, og fólk stundar svona, veistu... Kynlíf svona oft í viku í Hollandi eða bla bla bla. 10% stundar kynlíf fyrir háti og eitthvað svona rugl. Já, einhvers staðar verða þessar tölur til. Já, og við ákvaðum að ringja bara í fólk á Íslandi og taka þau í álíka könnun, nema það við veiðum þau inn með eðlilegum spurningum, eins og bara spilar í lottó og annað, og förum svo í viðbjóðan. Þetta er kannski ekkert viðbjóður, en þetta er svona spurning sem að... Svona óþægilegar. Já, og það er líka bara óþægilegt að spyrja þær. Já. En það gerum við fyrir ykkur hlustendur. Já, maður gerir allt fyrir hlustendur. Já, það er bara þannig. Og ég ætla að vinna með nafnið Óskar í dag. Hvernig líst þér á það? Já. Það er ekki bara fínt. Já. Og ég ætla ekki að segja fullt nafn, þannig að... Nei, eitthvað sem byrjar á Ó. Já, svo við verðum ekki kærðir. Hérna er komið eitthvað númer. Já, halló? Óskar. Aðan. Komdu sæll og blessaður, Hilmar heiti ég og hringi hérna frá Háskóla Reykjavíkur. Sæll, Hilmar. Ég ætlaði að athuga hérna hvort ég mætti taka í smá könnun, tekur ekki nema 2 mínútur. Ég er ekki mikinn tíma, jú, ekkert mál. Herðu, já, ég byrja hér á fyrstu spurningu. Hvort viltu sjá Romney eða Obama sem næsta forseta Bandaríkjanna? Enga skoðun á því, ekki eina sko. Engin skoðun á því, alveg sama bara? Nei, já, alveg sama sko. Spilaru í lottó? Já, til, ekki oft sko. Já, svona stundum? Já, ég er svona, já, til, svona í sjoppunni og... Setta hér. Stundaru íþróttir, Óskar? Nei, ég ger það ekki. Nei. Ekki neitt sko. En hvað myndur þú halda að þú stundir kynlíf oft í viku? Stundir kynlíf oft í viku? Já. Svona cirka? Já. Skrítin spurning, það er bara svona samá allir held ég, nokkur sinnum. Já, við erum að reyna svona að komast að því, við erum að gera svona könnun hvað Íslendingar stundir kynlíf oft í viku, hvað er það, Það er ekki að skjóta bara 2 eða eitthvað, 3 3 í viku. Já. Hvaða kaffi drekkur helst? Það drekki ekki kaffi. Drekkur ekki kaffi? Nei. Er mikið eftir það? Nei, þetta fyrir að styttast þér. Veistu hvað getnaðarlimurinn á þér er stór? Ég heldur ég sé að mæla með tillingin. Þetta er nú eitthvað aðsnarlegt, þess með. Það er ekki að spyrja hvernig kaffi þið drikki. Já, en við erum líka... Ég skell á þetta. Ég skell á. Námskvæmdur sjálfur. Ég gæti ekki meir. Þú verður að segja sorry, skari ég. Já, hann heyrði svolítið í hló, sko. Ég gæti ekki meir. Þetta er aðeins. Það er ekki að spyrja hvernig kaffi. Heldur að ég sé að mæla mér til? Ég gæti ekki meira. Ég átti erfitt með að spyrja hann aftur, sko, eftir að hann spurði heldur ég sé að mæla mér til. Þetta er snill. Það ákom að þér. Þetta kom að indíslega þögnin, maður. Þögnin er indíslega. Þögnin að þetta. Mér finnst þetta svo óþægilega, sko. Hérna er ég með einn Óskar sem er múrari, það er ekki flott. Ég ætla ekki að segja fullt nafn. Tilbúið með spurningar? Ég veit ekki. Já, Já, góðan daginn, Óskar. Já. Já, komdu sæll og blessaður. Einar heiti ég að hringja hérna frá Háskóla Íslands, félagsvísindadeild. Ætla að hvort ég mætti fá að spyrja nokkra spurninga í könnun sem við erum að gera. Já, Þetta tekur bara 2 mínútur, þetta er örstutt. Þetta er tilbúin? Já. Þetta er bara, fyrsta, spilar í lottó? Það er sjaldan. Og þá ekki enn vikingalottó? Enn sjaldnar. Já. Ertu áskrifandi á stöð 2? Já. Hvaða fréttamiðlar notarðu helst? Ferðu inn á MBL eða DFF eða Vísi? Það er MBL á netinu. Annars lesi við fréttablaði og horfa á Ríkissjónvarpið. Já, en svona MBL... MBL er helst á netinu. Já. Hvað stundarðu kynlíf oft í viku? Það er einu sinni.
Hefurðu flogið með WOW Air flugfélaginu? Nei, aldrei. Nei. Borðarðu morgunmat þegar þú vaknar? Nei, ekki heima við. Nei. Hvað heldur að getnaðarlimurinn að þessi langur þegar hann í fullri reisn? Já, þetta persónuleg spurning. Já, þetta svona random spurningar bara alls konar. Já. Það hægt að segja bara no comment eða það hægt að gefa einhverja svona... Ekki segja bara 12-15. Já, hefurðu stundað kynlíf utan dyra? Nei. Hefurðu flogið með flugfélagi Íslands? Innanlands? Já. Nei, það hef ég enda ekki. Nei. Stundarðu sjálfsfróun? Nei. Áttu gæludýr? Nei. Hefurðu átt gæludýr? Nei, það hef ég ekki. Nei. Hefurðu stundað kynlíf með einhverju öðru en konu? Nei. Heyrðu, þá þetta nú bara komið hérna. Já. Þetta bara ljómandi fótt. Takk fyrir að taka þátt. Já, takk svo. Allt góðu. Bless. Aðeins rólegur minn. Ég gæti ekki. Hann svaraði öllu strax. Hann 12-15 centimetra maður. Einu sinni viku og fróa sér ekki. Dóraðsandi. Þetta sérðu. Þetta nú bara Ísland í dag. Sumir alveg bara finnst þetta ekkert eðlilegur en að svara skrýtnum spurningum. Og svona verða svona kannanir til. Svona verða þær til nefnilega. Þetta var óþægilega könnun dagsins. Þetta var spes maður. Já, það svo óþægilegt að spyrja þessa spurningar maður. Já, líka því hann svaraði öllu. Ég var búið með listan minn. Ég held að þetta löngu dautt maður. Það komið að því. Eldhúspartí FM 957 í samstarfi við Heineken. 3 fimmtudaga í nóvember á skemmtistaðnum Austur í hjarta Reykjavíkur. Fyrsta eldhúspartíð verður haldið fimmtudagskvöldið 8. nóvember. Þá koma fram Sigur, Sverrir Bergmann, Þórunn Antonía og Jónas Sigursson. Húsið opnar klukkan 21. Elías Fannar, trúbator FM 957 2012, hitar upp. Fylgstu vel með á FM 957 og þú getur nælt þér í borð fyrir 4 sem inniheldur glaðning frá Heineken. Taktu kvöldið frá og komdu í eldhúspartí FM 957 á Austur. Heineken og FM 957. Það Heineken sem gefur tóninn. Viltu hollan mat með innan við 450 hitaeiningum, lítilli fitu og innan við 2 grama salti? Betra lífréttirnir frá 1944 fást í næstu verslun. Veldu betra líf með góðum mat. Alltaf að græða! Vetratíminn gengin í garð hjá frændum vorum á Norðurlöndum og þá græðum við klukkutíma. Fáðu þér miða fyrir klukkan 17 á miðvikudag. Víkingalotto, alltaf á miðvikudögum. Í dag þriðjudagur. Það þýðir að það þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða síma 58 12345. Þóttu sért ekki með armband á Airwaves getur þú samt valið úr meirinn 450 tónleikum off-venue sem eru opnir öllum. Náðu í appið og upplifðu Airwaves með símanum. Má bjóða þér fría áskrift? Hlustaðu frítt í 5 klukkustundir. Engin skuldbinding. Tónlist.is. Það eru 3 dagar í að snjórinn falli á dönsku kránni. Öl, klukkan 20:59. Den danske kró. FM 95 blöð. Á FM 957. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaði. Trompaði daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Rihanna og þetta eru Words of Wisdom. Hárrétt hjá henni. Það að gera skína bara eins og demantur í þessu lífi. Þegar hún samið þetta lag? Já, ég held að hún sé að semja hellinga þessu sjálf, sko. Já, hún veist að mér finnst Rihanna virkilega góð tónlistakona. Já. Mér finnst alltaf verið að henda út einhverju slögu. Hún mörg lög eiginlega. Já, en ég held ekki bara einhver, feitur kall í Svíþjóð sem semur þetta? Nei, það Britney. Rihanna held ég að semja hellinga þessu sjálf. Spilar hún á hljóðfæri? Já, ég held að hvernig ég veit það maður. Þú ert þetta útvarpsmaður. Já. Það vita allt þetta. Það að fara að fylgjast betur við hvort að Rihanna sé að semja þessi lög á gítar eða píanó. Já. En það hins vegar komið að hitaklefa dagsins og...
já. Þetta í fyrsta sinn síðan við byrjum hér í FM 95 blöðum sem að verður eins ás á föstudaginn að það er afmælisbarn í hitaklefa dagsins. Já. Og það er maður sem með gjörsan allt á hreinu. Lífið leiku við hann. Það væri verra að vera betra eins og einhver sagði. Já. John Johnson. Jón Jónsson. Já. Sá mikli snillingur og tónlistarmaður á afmæli í dag, 27 ára og við ákvaðum að henda honum í hitaklefa dagsins og ég held að það sé ekki bara eftir neina að bíða. Skulum bara vinda okkur í hann. Afmælis Jón. Er það Jón Jónsson? Já, það er hann. Komdu sæll og ertu velkomin í hitaklefa dagsins. Takk fyrir sælið. Hversu ömurlegt nafn er Jón Jónsson? Á skalanum 1 til 10? Er pappin svo mikill egoist að ákvað að skýra því í höfuð á sjálfum sér? Já, hann... Hvað er að honum? Og það er ekkert betri hug. Það er ömurlegt! Ég skal samþykja það. Ertu með eitthvað ógeðslegt á samviskunni, Jón? Já, margt. Hvað? Viðbjóð. Ógeð? Já, einhvern viðbjóð. Af hverju drekkur ekki brennivín eins og aðri kallmenn, Jón Jónsson? Ég hef bara aldrei byrjað að drekka. Í hvaða morgunkotni fékkstu hagfræðiprófið þitt? Það var í Þegiðu! Okkur er drullu sama! Í hvaða stellingu varstu, drengur, þegar að L.A. Reid fékk þig til að skrifa undir samning? Hefur hann hefti sér lög þín? Svaraðu! Hættu að hlæja og svaraðu okkur! L.A. Reid, maður, hann er flott. Ertu fullkominn, Jón Jónsson? Nei, langt í frá. Þú reykir ekki, þú drekkur ekki, þú ert ritstjóri, þú ert Íslandsmeistari. Ert þú okkar nýi Þorgrímur Þráinsson, Jón Jónsson? Já, hann er mín stærsta fyrirmynd allavega. Þú lýgur því! Ganski. Þú lýgur! Hvar félurðu viðbjóðinn? Það er, hann er geymdur á mörgum. Hvar ert að fela þessi dauðu dýr? Í kistu. Hvaða líknarmáli ert að sinna þennan afmælisdaginn? Já, fólk má ekki gefa mér gjöf, það verður að leggja inn á... Hvað ertu gamall? Ég er 27. Ói, barasta! Það er ógeðslegur allt. Þú veist hvað gerist fyrir tónlistamenn sem eru 27 ára? Þeir deyja. Ég þakka fyrir lífið. Jæja, þau deyja, það er ekki fullgrótið þá. Þakka þér fyrir komin í hitaklefa dagsins. Og til afmæliða hammingjunni. Já, til hamingju með afmælið. Afmælið. Já, þetta var afmælisbarnið Jón Jónsson. Já. Það er erfitt að taka hann í hitaklefan. Já, það er samt gaman, sko. Já, hann komst ágætlega frá sig. Það er einhver, það er, þú veist, við erum ekkert að fara með rangt mál. Það einhver staðar er beinagrind í skáp. Þú veist það jafnvel og ég. Það er bara svo. Þakkum Jóni Jónssoni aftur kærlega fyrir komin í hitaklefan, stóð sem er príðið þar þetta afmælisbarn. Já. Styttist í Big Herb Machine eða Herbert Guðmundsson, hann er á leiðinni til okkar enda er hann að fara að gefa út nýja plötu og allt að gerast hjá þeim mikla snilling. Já. Það er svona, Herbert Guðmundsson er svona jákvæður og skemmtilegu gestur sem er alltaf stemming að fá. Já, það er alveg saman hvað bjátar á í lífinu hans, hann brosir. Já, það er líka aldrei lognmála í kringum hann. Nei, hann er alltaf eitthvað að vasast. Já. Í hinn og þessu. Ástfanginu fyrir haus, við getum verið að ræða það við hann. Já, ástfangin og alltaf í ræktinni maður og... Já. Þú veist, hann er 59 ára eða eitthvað? Nei, ég veit ekki, hvað er hann gamall? Nei, hann er ekki bara, ég veit það ekki. Hann er hundgamall? 50, já, ekki hundgamall. Hundgamall, kvikindi? Maður og best aldri. Lítur út fyrir 25 ára? Já, það er okkur máli, og með 25 ára stúlku, nei, hvað er hún, 30? Eitthvað svo leys. Við getum verið að spyrja hann aðeins út í ástina og svona. Já. Hann er mjög opinn. Já. Hann er living the dream. Ó, já. Pínu, það má segja það. En áður en við fáum Herbert Guðmundsson hérna í spjall, þá ætlum við hér að reyna, þetta er endur oft erfitt að taka svona símtöl í beinni útsendingu. Já. Við ætlum að reyna það samt hér því að við erum konið með númeri. Fyrir fólk sem að misti af sjálfstæði fólki núna á síðasta sunnudag á Stöð 2. Já, með honum Jóni vinn okkar, Ársæli. Jón Ársæl var þar með hann Önnu Mjöll, vinkun okkar, í spjalli. Já. Og spurði hana meðal annars hvernig kynlífið hennar hefði verið með Carl Worthington. Já. Svolítið svona opin spurning. Opin spurning, en það var mjög góð spurning. Já, og hún sagði að hún mætti nú bara ekkert ræða það. Nei. Lögfræðingar hennar bönnuðu það. Sem sagt, þá var þessi 99 ára gamli snillingur eða hvað sem hann er, nýræðar allavega, búin að setja það í eitthvað svona skilmála að hún mætti ekki ræða kynlífið sitt við aðra. Sniðugt hjá honum.
Já, og líka þetta... Þeir að spá í það þegar þú byrjar þegar þú giftist konu. Já. Ef við skildum nú einhvern tímann skilja, þá máttu aldrei ræða kynlífið. Það hefur nú komið eitthvað eftir á örugglega, sko. Já, þetta reyndar eitthvað sem þú ætti kannski að hafa í þínum. Nei, mér alveg saman það, sko. Það má ræða opiðskap. Viltu hún sé að segja frá þessu? Já, The Minute Man og allt þetta, sko. Það ekkert mál. Gone in 60 seconds? Já, það skiptir engu máli, sko. Já. En mér bara svo fyndið að, sko... Að spurja? Já, ég ánægð með það, skilur. Þetta eitthvað sem að svona, ég veist, það ekki að ég sé einhver pervert eða eitthvað. Nei. En mér finnst þetta góð spurning, sko. Já, en þetta samt svona spurning sem einhvern veginn bara Jón Ársæll má spurja, eiginlega. Já. Hann svona, kemst upp með ýmislegt sem aðrir komast ekki upp með og já, við erum hérna núna með, við ætla bara að vona svari. Ég með númeri hjá konunans Jóns Ársælls. Já, hvað heitir hún þetta? Hún heitir Steinun. Alveg rétt. Og ég að spara að hringja hérna í hana bara í beinni útsendingu og við náttúrulega látum hana vita hún sé í beinni og spyrja hana hvernig kynlífið með Jóni Ársæli. Já. Það ekki? Það ekki alveg fair fyrst að hann fær að spyrja svona? Jú, ég meina, fyrst allir svona léttir á þessu. Já, hann var ykkur einn nýja að gera eitthvað, kannski er það af áhrif, maður sjá, hringjum. Getur líka hringt í hann, kannski? Nei, hann ekki með gemsa. Hann ekki með gemsa? Nei. Hvað er eitthvað rugglaður? Þetta eitthvað cool look sem við getum þurft að fara að taka upp. Við erum bara ekkert með gemsa. Það mjög erfitt að ná á honum, sko. Já, ok. Svaraðu. Nei. Hún er örugglega búin að fá þessa spurningu oft í dag, sko. Já, hann, sko... Halló? Vinsanlega skilja eftir skilaboð. Það er þannig. Já, við erum ekki að fara að lesa inn á símsvaran hjá henni hvernig kynlífið með Jón Ársæli. Eitthvað svona, hæ, Brautasveppi, og hún bara að tjekka hvernig kynlífið væri með Jón Ársæli. Er hann sprækur eða? Já, við sleppum því. Hún svaraði ekki. Þetta er nefnilega málið með beinútsendingu. Það er ekki alltaf svarað. Nei. Þannig að við náum ekki að spyrja konunans Jóns hvernig kynlífið með honum er. Nei, en sástu hana þátt með henni? Já, áhugaverður þáttur. Mjög áhugaverður og gaman að sjá hvernig hún kom út úr þessu, sko. Já, hún er komið nýja mann og... Já, hún bara tekur lífinu með stakri ró og reynir bara að gera sitt besta og... Já, hún er bara, býr þarna út í Hollywood og hefur það kósí. Já, það verður ekki tekið af henni, sko. Hún er að syngja fullt, þótt hún sé engin Britney Spears, þá er hún alltaf að vinna í LA og það er hérna eitthvað sem ber að fagna. Já, það er líka bara eins og stúlkurnar í The Charlies. Já, það er að syngja Oft er að rakka þær niður á Facebook sem að mér finnst fáránlegt, sko. Ósængja, þær eru að reyna bara að elta drauminn. Já, þær eru þó allavega, at least they're trying, sko. Já, þetta er, veist, ok, reyndar, þetta síðasta myndband hjá þeim var kannski ekkert upp á 10. Og ég viðurkenni það að maður er alveg sérflottara myndbönd en það fólk getur verið bara svo ljótt í orðum og svona inn á bæði Facebook og öðrum kommentarkerfum. Já, þetta er bara öfund og eitthvað svona, sko. Já, ég var allavega alveg til í að búa bara í LA og verið í einhverju strákabandi að reyna mega. En fannst þér hún ekki skrítið þegar hún var að labba? Það var svona eins og hún, þegar hún var að labba þarna á bryggjunni. Já, hvað þá? Eins og hún var búin að kúka í sig. Nei, það var bara einhverjum háum hælum með því. Já, svona hefði ekki reðið við það, sko. Ráðið við hælana? Já. Kannski nýju skóru eða eitthvað. Ég var að fá hérna SMS að kynlífi með nýraði manni. Já. Það er svona eins og að spila biljard með kaðalspotta. Ég fekk það frá pappa. Pappi, hvernig veit hann það? Hann þekki ekkert nýraðan, sko. Já, þetta er gott. Með þessum orðum skulum við fara hér í örstuð skilaboð. Hey þú, já þú, viltu næla þér í splunkunni á iPhone 5 síma? FM 957 og 1011 í samstarfi við eSíman.is vilja gefa þér iPhone 5. Endur í næstu verslun 1011 og keyptu Stimmuroll og þú ert komin í pottinn. 5. 1. nóvember verður síminn dregin út í beinni útsendingu hjá Heiðari Ausmann. Einnig verða gefnir frábæri aukavinningar frá Stimmuroll. FM 957, 1011 og eSíman.is. Tónlistarveislan Hátt í höllinni með bestu böndunum 2012. Laugardalshöll 19. desember. Framkoma Hjálmar, Valdimar, Ásgeir Trustig, Moses Hightower og Kiriyama Family. Stórviðburður í íslenskri tónlist. Forsala hefst á fimmtudag. Miðaverð aðeins 3.900 krónur á fyrsta forsöludegi. Nýtt. Hleðsla í fernu með súkkulaðibragði. 100% íslensk prótein. Lífið er æfing. Taktu á því. Náðu í appið og upplifðu Airwaves með símanum. Takið eftir. Neyðarkall björgunarsveitanna verður seldur land allt næstu daga. Slysavarnafélagið Landsbjörg. Retro
Stepson hér með lagið Queen í FM 95 blöð, klukkan orðin 20 mínútur yfir 5 og það styttist í gestáttarins sem Herbert Guðmundsson, Herb Machine, The Big Herb Man á leiðinni hingað og hann að gefa út plötu með nýtt lag og ég veit ekki hvað og hvað alltaf gerast hjá þeim mikla snilling. Sverrir Þór Sverrisson sem á nú að sitja hérna beint á móti mér ákvað að skreppa klósettið en nú að koma hérna röltandi með kaffibolla og nýgreittur og flottur. Sjóðandi heitan kaffi maður. Sjóðandi heitan kaffi. Ég ætlaði að spyrja því að nú kannski gefið smá tíma til undirbúa þetta, það hefur ekki farið beint á klósetti. En ég fekk spurningu á hann sem að ég átti svolítið erfitt með að svara og ég ætla að athuga hvort að þú ættir eitthvað léttar með það. Þú varst samt, mátt ekki hugsa of mikið, þá verður þetta of langdreið. Okay. Áttu þér eitthvað 7 uppáhalds hluti? Getur þú nefnt? Já, bara ef við færum í 5. Hver svona 5 uppáhalds hlutiðinir? Ég með 3 á mér. Okay. Síminn, iPadinn, tölvan. Já, bara, lifir bara fyrir Apple eða? Já, svolítið núna. En minnst að 3 svona uppáhalds. Já, síminn, iPadinn og tölvaðinn. Já, börnin 3 og konan 7. Já, sko, börnin og konan eru ekki hlutir, er það? Já, ég líti á þetta sem hluti. Nei, hérna, hlutir. Þetta bara hlutir fyrir mér? Nei, þetta bara hlutir fyrir mér. 7 uppáhalds hlutir, já, það náttúrulega kannski... Konið 3 rann, ekkert eitthvað svona heimahöður sem þú heldur upp á? Jó, Global hnífurinn minn, stóri, hann geði eitthvað. Global hnífurinn? Já, ég fekk hníf í brúkskjöf. Já. Og já, fullt af góðum hnífum. Já. Svo fekk ég þennan og það er einu hnífur sem ég nota. Og ég tek hann með mér upp í sumarbústa. Notar eitthvað kottana sem ég gaf þér í brúkskjöf? Gafstu með kotta? Já, púðadraslið þarna. Já. Það er ekki staðar hérna frá mig. Púðadraslið? Það er auðvitað gaman að gefa það gjafið maður. Nei, þeir eru flottir 2 hérna. Já. En það er ekki beint upp á hlutur. Nei, ég ætlaði bara að spyrja hvort þú væri að nota þetta. Já, þeir eru heima. Já, þeir eru í sófanum. Þetta er stofustás. Já, ok. Já, ég nota þá mikið. Já, veit, þeir eru þarna. Hnífurinn og iPadinn og það, áttu eitthvað meira þarna sem heldur upp á? Svo held ég gríðarlega mikið upp á, Og grilla mikið, grillið. Webberinn. Já, Webberinn. Maður þryggja að brenna. Ég náttúrulega mjög erfitt með að svara þess aðan og samt var ég að reyna að hugsa málið lengi það ég á ekkert eitthvað svona 7 uppáhalds hluti. Ég hata tölvuna mína, hún er að gefa sig, ég þarf að köpa mér nýja tölvu. Ógeðslega pirrandi, það er svona hljóð í henni alltaf hrikalega pirrandi að horfa á þætti og hana sko. Já, bara henda þessu. Ég hata hana. Maður þarf að, maður verður að góða tölvu sko. En maður ætlar að vera í henni á annar borð sko. Það er ekkert í eldhúsinu mínu sem er eitthvað mínum uppáhaldshlutum heldur sko. Hvað þá okkur hnífur? Nei, þú ert ekki komin þangað í lífinu skilur. Ó, fyrirgefðu. Þú átt ekkert að eiga neina hluti. Það er alveg sama hvar ég verð komin í lífinu, það var aldrei einhvern hnífur eitt af mínum uppáhaldshlutum. Já, ef þú ert duglegur að elda og skera og smyrja nesti og... Er hann alveg geðveikt beittur þá sem sagt? Hann er alveg flugbeittur sko. Og þetta er hnífur sem ég tek með mér víða. Já, ok, það tjammið þá. Ég er alltaf með hann í soknum. Það er bara svoleiðis maður. Ánægð vinnið sem að gekk nú reglulega með hníf í soknum og passaði bara að sína mönnum hnífur eða það var eitthvað vesen. Já, það var í Amsterdam. Gerði hann það sko. Hann var í... Ég er með hníf hérna ef það var eitthvað vesen. Það eru margar sögur þaðan sko. Já, þannig að það er... Já, ég er samanlega, það er erfitt að nefna 7 hluti sem... Já, sko, rakvélið þín, hún er nú einu uppáhalds. Hjá mér? Já. Nei, hún er líka bíla. Hvað er að þið maður? Farðu til búið og keyptir í? Heimabíóið mitt. Heimabíóið? Já, það er þetta mínum uppáhalds. Það er Harma Ketton eða hvað sem þetta heitir. Stuttbuxurnar þinnar? Sem ferði í þegar United er að spila? Happastuttbuxurnar, hárrétt hjá þér. Nýja Van Persie treyja mín, hvíta, United. Hún er auðvitað mínum uppáhaldshlutum. Og ég er ekkert að fara að segja mamma og litlu frængur, þær eru ekki hlutir sko. Manni. Það er rangt í þér, þannig að það er þá stuttbuxurnar. Stuttbuxur og bólur. Ói, þetta dapur. Vílíkur listi maður. Ég á eiginlega bara engar svona uppáhaldshluti. Þetta er að ef það eru, veist, maður notar ekkert of mikið hlutin en maður sé, veist, það er eitthvað á eldhúsinu, skilur við. Já, ég bara elda ekki, hvernig gæti gleymt því, George Foreman grillið mitt. Sæl! Það er eiginlega eina sem ég nota í eldamennsku. George Foreman? Kjúkling, já. I'm so proud of it, I put my name on! Hárrétt, sveimið það. Ég hugsa að það sé á topp, ég er bara með topp 3 lista. Nei, 4, það er stuðbuxurnar, Persie treyja mín. George Foreman grillið. Þetta er sorglega.
Þetta eitt af mínum uppáhaldslögum með þessum mikla meistara. Og talandi meistara og góða tónlistamenn, þá hann mættur hérna í stúdíó til okkar engin annar en Herbert Guðmundsson. Vertu velkominn, Hebbi. Takk fyrir það. Þetta gaman að sjá þig, maður. Er það ekki? Lítur vel út. Takk fyrir það. Já. Og ég held hér á nýrri plötu sem heitir Nýtt upphaf. Nákvæmlega. Herbert Guðmundsson. Já. Ný plata, hvað, hún komin í verslanir eða? Nei, henni verið dreift fyrsta. Dreift 1. nóvember? Já, 1. nóvember. Þið fengu hann undir allum hinnum. Já, svona átt að vera. Og ég verð bara að byrja því óskæði til hamingju með nýju plötuna. Takk fyrir það. Þetta nú ekki fyrsta plata sem hún gefur út. Nei. Það nú ekki margir sem vita, þú gefur út 14 kvikindi. Já. Er þetta 14. plata? 14. plata? Vá, það er slattið, maður. Hvað er Bubbi búinn að gefa út margar? Hann er búinn að gefa út kannski 30. Það er hver 100. Já, 100, hann er í svona 30 örugglega, Já. Og þetta er helviti mikið. Já, þetta lítur líka vel út, ég held hérna á umslaginu og fyrsta sem ég sé þegar ég opna umslagi, þá er mynd af henni Lísu Dögg, konuðinni, og það stendur þessi plata til einhver ásti minni, Lísu Dögg Helgadóttur. Þannig að þú er þetta romantic plata? Já, ég verði að segja það. Ég náttúrulega, þegar ég er að vinna þessa plötu, þá náttúrulega er ég að syngja til hennar náttúrulega og hún gerir texta við eitt lag og leiðir eftir með mig texta, hjálpa mér að laga línur. Hún har stóran hluti í þessu. Já, er hún músikant sjálf? Mig grunar það. Já, en hún er ekki sungið inn einu svona... Hún er ekkert að gefa sér út fyrir það, kannski? Nei. En hún hefur svona raulað þegar ég svona heyri til hennar og ég trú að hún getur sungið. Já, en hún syngur ekkert á plötunni, eða? Nei. Ok. Næstu, þetta er þeim. Ég er samt ánægð með það að þú skulle draga hann inn í þetta. Af því að það er mjög oft þannig með svona tónlistamenn. Þeir eru svo egocentrískir og eiga kannski konur og þau vilja kannski ekkert endilega hleypa þeim að. Það eru ekki mjög margir þannig. Halda þeim bara frá. Vertu, ég er að vinna plötu ástu mín, en þú verð úti, skilur þau? Mér finnst þú ekki hleypa Írisu nú mikið í þína hluti. Það er alveg rétt. En hún vill það ekki, sko. En því ég er ánægð með þetta, þú svona hleypir henni að. Nákvæmlega. Gefur henni séns og... Það var líka gaman fyrir mig að fá svona góða aðstöð. Hún var svona mín hægri hönd og las yfir texta með mér og benti mér á línur sem voru ekki nógu góðar og sagði, Ebbi, þú verður að laga þetta og ég hlusta á hana. Lætur þið heyra ef það er eitthvað þú ert að skýta á þig? Já, hún er yndisleg og henni er mjög þakkláttur fyrir. Er hún ákveðin við þig? Já, en samt voðalega ljúf. Heldur á jörðinni? Nákvæmlega. Ég fíla það. Og Nýtt upphaf heitir platan. Er Nýtt upphaf núna hjá Herberti Guðmundssoni? Ég myndi segja það, já. En alltaf þér í hitti, þú ert alltaf feskur. Já, svona frekar. Sjaldan verið betri, segir alltaf. Já. Og það á væntanlega við í dag líka? Já, auðvitað. Já, og ég vil nú að spila hérna eitt lag sem að... Það er svona uppáhaldslægi á plötunni. Já, hvað er þitt uppáhaldslag á plötunni? Náttúrulega lagið sem leiddi mig og Lísu saman er lagið Eilíf ást. Já, Eurovision-lagið. Já. Og þarna er það eru 2 útgáfur af laginu á plötunni. Annað er svona, á ensku heitir Only Love, sem er svona loka útgáfa sem var hugsuð þannig ef að lagið hefði komist áfram. Sem það átti að gera. Já, þá hefði það farið út svona. En síðan gerði Þór Úlfars, sem er pródúsantinn minn á þessari plötu, hann gerði svona 80s útgáfu bóstalega hannaða fyrir FN 957. Já, ok. Það leiddi ykkur saman, hvernig? Komdu nú með eitthvað krassandi, maður. Aftur, ég að segja svo oft frá þessu. Já, þið kynntust á netinu þannig séð. Já, svona, ég sendi svona fjöldapost og hvati fólk til að kjósa lagið. Já. Og sendi henni svona post sem stóð Lísa mín, ertu tilbúin að kjósa? Já. Og En þekktur hann eitthvað þá? Við vorum allir vinur á Facebook. Já, ok. Og hún var vinur Írisar Holm, söngkonu. Já. Og ég held ég hafi addað henni með minni það. Já. Og Varstu búinn að póka hana? Nei, ekkert pók. Ég er svo kurteis. Síðan bara fórum við að spjalla og hún var svona ekki alveg nógu ánægð eins og ég að lagið skildi ekki að komast áfram allavega. Já. Og við fórum að tala svona þetta þess að ég hafði náttúrulega ofurtrú á laginu. Já, heldur þú eftir að taka, sorry ég skulle vera kött inni, heldur þú eftir að taka aftur þátt í Eurovision, Hebbi? Aldrei að vita. Aldrei að vita, já. En vinningurinn minn hins vegar var náttúrulega þessi yndislega kona. Já. Þannig að ég vann raun að vera Eurovision. Já, það má segja það. Já. Miklu frekar en margur annar.
Já, ég meina, hvað lag fór aftur út? Ég er næstu búin að gleyma. Já, Jónsi og hún hérna Salome. Já, alveg rétt, já. Fiðlu. Ekki grættu þau, Magga á þessu. Ó, nei. Sálega best sem síðast þær. Já. En við viljum að setja hér lagið áður við ræðum aðeins meira við Heppa. Þetta er Eilíf ást og, já, þú segir það sem búið að setja þetta núna í svona einhvern nettan FM-búning fyrir okkur. Já, svona 80s útgáfu. 80s útgáfu af Eilíf ást. Það er þitt tímabil. Tónar hér í gangi. Þetta er Herbert Guðmundsson með Eilíf ást og búið að setja þetta í svona smá 80s feeling að þetta. Já. Mér kemur svona gítar undir svona dum sem minnir svolítið á Take My Breath Away. Já. Sem er einmitt lag sem Heppi samdi og gaf frá sér. Hann spilaði Top Gun á sínum tíma. En ég sé hér, Herbert, að þetta er gefið út af HG Records. Er það sem sagt Herbert Guðmundsson Records? Það er bara Herbert Guðmundsson, hljómplötur. Áttu þitt eigið plötu fyrirtæki? Já, ég er búinn að gefa út allar 14 plötuna sjálfur. Nú, ok. Það er magna. Já. Það er dugnaðri það, maður. Og svo færðu Senu til að dreifa eða einhvern öðrum? Já, Sena dreifir núna. Já. Náði ofsalega fínum og góðum samningi við Senu. Já, toppmenn þar. En þú ert duglegur að vaða í hús með draslið, maður? Ég gerði það hérna í den, sko. Ég er meira núna svona að þá fer ég í fyrirtæki. Já. Og hérna, en svo náttúrulega eins og HG-klúburinn, þeir kaupa náttúrulega alveg gommu af mér. Já. Það er Herbert Guðmundsson klúburinn, sko. Já. Það er alvöru ádáðundur. Það er alvöru stuðningsmenn. Já. Og ég hérna, sko, afi minn er mikill sölumæður. Nafni minn, Auðun Blöndal. Og hann sagði mér að þú var eitt besti sölumæður landsins. Já. Ertu að selja hann þá, eða? Já, ég er náttúrulega sjálf sjálf á mig núna í dag. Svo varst að selja bækur? Ég var í bókum í 27 ár. Já, það kemur það. Já. Og Heppi, það er alveg rétt, hann er mjög góð sölumæður. Hann, sko, las á bjöllurnar, las nöfnin, sko, lærði nöfnin hverju byggu þarna og svona. Og svo hérna, og hver var í næsta húsi jafnvel líka, sko. Og svo bankar hann. Sigurður heima? Já, kemur Sigurður. Blessar, ég var að tala við hann Einar í næsta húsi, maður. Hann var að kaupa með bók. Helviti flott, þetta er dálítið sniðugt, skilju. Hann svona innvélar, hann svona gerði það verkum að það var ekki hægt að loka hans að kaupa. Já, ég er ánægður með þig. Hvað veitur þetta, Seppi? Já, maður heyri sögur, sko. Já, pappin. En hérna verða útgáðu tónleikar? Það verður svona þá kannski bara eitthvað nett, en það er ómikið mál að kalla allan að mannskap saman. Já. Brímarinn er ellendis og það eru svo margir að spila út allt að ég taki þetta bara svona á hérna, bara viðtölum og spjalli og kannski við tróðum upp tveir ég og Svanur minn. Já. En ekki svona formlegir útgáðu tónleika, nei. En þú ert ekkert að spila á Airwaves? Nei. En ég er á 80s bælinu núna á 15. Ok, hvað er það? Sæll, það er á Hótelsögu. Hótelsögu? Já. Það 80s kongur, ert þú ekki fenginn á öll 80s spöl? Já, eitt sem ég gæti ekki verið í fyrra, þá var ég veikur, en ég held ég að verið á öllum 80s kvöldunum fram á þessu. Já, bara síðan 80s dögurinn og göngu sína. En þá var það ekki kallað 80s, þá var það bara kallað nútíminn. Þú veist, ég man eftir Herbert í Breiðholtsskóla, þá komst þú að spila þér þar. Nákvæmlega. Í salnum í Breiðholtsskóla. 85, þegar Kent tók vegi kom út. Já, þá hef ég verið svona 8 ára. Já. Satt í salnum og hann tók lagið, maður. Þá var enginn sem sagði þér að, já, 20 og einhverja árin síðar myndur þú sitja hérna við liðan á hann þegar hann var að gefa út sína 14. plötu. Einmitt. Að taka hann í viðtal. Einmitt, svona er lífið skrítið og uppfullt af tilviljunum. Já, þetta er stórkostlegt og Herbert við óskuð innilega til hamingju með þessa plötu. Takk fyrir það. Nýtt upphaf og gangið allt í haginn, alltaf velkomin í þennan þátt og veist það. Takk fyrir að fá mig hingað. Miklu snillingur. Skilaðu nú kveðju til hennar Lísu, maður. Já, er Lísa að hlusta? Ég trúi á því. Svakalega hugguleg. Já, Lísa, ef þú ert að hlusta við Sveppi minnilega heilsa og sko, herðu, ég er að sjá það núna, það er bæði risamyndaðinni þegar þú opnar, svo líka viku 2 saman hérna. Nákvæmlega. Sjáðu, Herbert, það er eins og sett tvítugur hérna, sko. Jú, lítur það vel út. Þó að fólki finnist diskurinn ekki góður, þá myndi ég nú bara að kaupa hann út á hulstrinu, sko. Hann er góður, Steffi. Já, platar, ég laka til, ég ætla að vera með hann í bílnum. En ég sé hérna í lokin, það eru lög hérna eins og Við tvö, Sumarið stutt og Átt mitt hjarta. En svo kemur hérna Catch the Moon og Only Love. Eru 2 lög á ensku, sem sagt? Já, það eru 2 á ensku. Já, ok. Og Only Love er sem sagt Eurovision-lagið á ensku. Já, alveg, eins og segir það. En Catch the Moon, hvað flippa það? Það er eitt sænskan höfund. Það er lag sem ég fett fyrir að því það er svo góð text í því. Ok, við hvetjum alla til þess að verða sér út þessa plötu og hún kemur út á 50 daginn, ekki? Jú, fyrsta nóf. Glæsilegt, Herbert, takk aðeinslega fyrir komina og gangir allt í hægum, við ætlum að fara hér í örstuð skilaboð og verðum svo mættir hér aftur með lagið leiðin heim og fleira. Tónlistarveislan Hátt í höllinni með bestu böndunum 2012. Laugardalshöll 19. desember. Framkoma Hjálmar, Valdimar, Ásgeir Trausti, Moses Hightower og Kiriyama Family. Stórviðburður í íslenskri tónlist. Forsala hefst á 50dag. Miðaverð aðeins 3.900 krónur á fyrsta forsöludegi.
Það eru 3 dagar í að snjórinn falli á dönsku kránni. Öl, klukkan 20:59. Den danske kró. Þú fjárfestir framtíðarinnar? Taktu þátt í ávöxtunarleik Keldunar á Vísi og farðu í ferðalag fjármálaheiminn. Hver keppandi fær 10 milljónir keldukróna til að fjárfesta. Glæsilegir vinningar í boði. Flug með Icelandair til New York og inneignir í sjóðum Maffi B fyrir alltaf 200.000 krónur. Skráðu til leiks inn á vísir.is. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaðu daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Þetta Leona Lewis hér með Bleeding Love og mjög gaman að segja frá því að þetta lagið þeirra Péturs Jóhanns og Sigrúnar, vissur það Sveppi? Nei. Ertu að meina þetta? Hvaða lag er þetta? Pétur Jóhann Sigfússon og Sigrún, vinafólk okkar, þetta þeirra lag og Pétur opnaði sig óvart með það hérna einu sinni í FM 95 blöð. Þetta má ég heyra, ég ertu með brotað af því? Þetta var hérna Keep bleeding, keep bleeding love með Guðminn, endalust almáttur. Með Leona Lewis. Hvað er að þér? Ákveð þetta að fara að rakka það niður? Ég er ekki að rakka það niður. Hæ? Bara svo ólíkt honum Pétri mínum. Já, hvað, býttu, ég ætla að þetta var svarið hérna. Þetta er meira svona lagið hennar Sigrúnar og hún segir við Pétur, Pétur, þetta er lagið okkar. Já, ok, klassi, ég fíla það Pétur tókar þetta í karaoke hérna einu sinni og eyðilaði það. En heldur að Pétur fílaði það ekki líka það? Ég held að hún viti ekkert hvað þetta lagið er Spurjum hann hérna ef hann svarar. Þetta er bara rugl. Sérðu Pétur fyrir að eiga eitthvað lag? Allavega ekki Bleeding Love með Leona Lewis. Ég hef ekki skotið á það. En eigið þið Íris eitthvað lag? Nei. Ég get ekki spila lagið ykkar hérna núna? Nei. Eiga ekki öll pör eitthvað svona lag eða? Nei, það er bara eitthvað, ég minna, hún... Skoðin í sambandi það? Nei, það er slögt á Símonum og Pétri. Hún bara fílar eitthvað lag og ég líka, það er ekkert eitthvað svona lagið okkar, eitthvað svona sem var í tilhugalífinu, Nei, var ekkert í brúðkaupinu sem var svona eitthvað lagað? Jú, kannski. Hvað? Tongue of the Lawn, sem var spilað í kirkjunni. Fly high on the castle, up on Tongue of the Lawn. Já, sem var útgöngumarsinn hjá okkur. Það var góðs í latlega. Settu það að laginu leiðinu heim, það er klikkað. Það reyndar komið að laginu á leiðinu heim og ég var spurður daginn hver uppáhaldshljómsveitin mér var og það er Nirvana. Já. Og ég hef aðeins einu sinni spilað Nirvana í laginu á leiðinu heim sem er svolítið daburt. Nei, Sverri, ég var ekki búinn að taka eftir þessu einu sinni. Þetta er náttúrulega vangið, Sverri Þór Sverrisson er í ból með Kurt Cobain framan á. Ég fór í hann í dag bara fyrir þig. Já, takk fyrir það. Ég var ekki eins og búinn að taka eftir. Nei, mitt. Svo er ég blindur og ég horf bara sjálf á mig. Já. Þú vilt ekki horfa fallega líkama minn? Bronco framan á mínuból. Oh yeah. Það er komið að laginu á leiðinu heim og... Er það Nirvana? Það er Nirvana. Ég vil ráða næst. Já, ég ákvað að setja samt á Nirvana lag sem að ég grunnaði að þú myndi fíla. Ég ætlaði að spila In Bloom sem er eitt af mínum uppáhaldslögum. Já. Eða Come As You Are. En það er eitthvað sem segir mér að Sveppi Krull. Ég sá einu svona mynd sem hétt Come As You Are. Já. Það er draugaðri. En ég fíla diskinn hérna Unplugged í New York Ja, hann er stórkostlegur og ég vissi nefnilega að þú fílar hann. Þess vegna er ég búinn að velja lagið fyrir það. Það er ekki Come As You Are, heldur er það The Man Who Sold the World. Já, sem að David Bowie tók Já, en þetta er samt ekki David Bowie lag. Ó, nei. Og snæst ég búinn að skita þarna. En vissir það? Já. Besta hljómsveit allra tíma, mín skoðun og ég hef rétt á henni. Þetta er Nirvana með lagið The Man Who Sold the World. Já, eða maðurinn sem seldi heiminn. Já, hefur eitthvað gert það? Það er spurning. Það er góð spurning. Klukkuna vantar 6 mínútur í 5 við Sveppi fyrir að kveðja búin að vera hérna með ykkur síðan 4 í dag og það er hellingur búin að gerast. Það var Jón Jónsson í hitaklefunum, við vorum með, hefur kannski að spila aftur trailerin okkar? Veistu það? Hæ? Já. Það er ekki? Það er allir vitsir í þetta. Ekki enda þáttinn á því. Við ætlum að spila hérna fyrir ykkur aftur trailerinn. Það er, Airwaves er á leiðinni. Airwaves er á leiðinni og við skulum heyra hérna hvað er að gerast í kvöld og á morgun. Þetta er, Airwaves trailer okkar Sveppa. Uppbytun fyrir Airwaves. Kvöld og morgun, en fyrir ykkur sem er ekki á leiðinni á einhverja off-venue tónleika með Airwaves og vilja vita hvernig dagskráin er í kvöld og þá er það Hringtorg sem er með það á hreinu. Sæktum bláa kortið á hringtorg.is og náði Hringtorgs appið í síman. Það borgar sig.
Þú hefur þetta allt í hendi þér. Það marg borgar sig að sækja Hringtorg appið í símann. Ég er með 2 í símanum. Já, á ég lesa hana, ætla þú að lesa hana. Hver er það, dagskránna? Já. Þú? Ég, ok, klukkan 8, Modern Family. Já, kæru hlustendur, klukkan 8, Modern Family. Svo er það vinnur okkar Charlie Sheen. Já. Anger Management, Charlie Sheen. Klukkan hvað? 70 þáttur af því, það er klukkan 8:30. 8:30, 20:30, fyrir þá sem skilja það betur. Og svo eftir Anger Management förum við Chuck. Hann er 5 mínútur í 9. Strax á eftir honum kemur Burn Notice, 20 mínútur í 10. Og svo endur við þetta á The Daily Show Global Edition klukkan 10:30. Fínasta dagskrá á þannig að það. Hvetjum ekki til að teka því. Sveppi, takk kærlega fyrir daginn. Nei, takk fyrir mig. Já, takk fyrir að vera hérna. Rikki G mættur hérna í stúdíóið, vonandi búinn að jafna sig á face-reipinu sem ég tók á hann í gær. Já? Já, veistu það, það reynda segir mikið Rikka G. Hann skildi tölvunni sinni eftir að opna niður í sporthúsi. Hann að vinna það líka. Og ég var að tóka æfingu í gærkvöldi. Svo þegar ég var leiðin heim og sá ég að tölvan hans var opin. Ég ákvaði að kíkja á Facebooki hans var opið. Og ég setti statusinn. Djöfellega gaman að fá pók þó maður sé á föstu. Þetta minnir maður á að maður er að gera eitthvað rétt. Bæða að hreyfa sig og svo skemmir ekkert að vera að vinna á FM. Hehe. Svo fór ég heim og hendi mér í sturtu og eitthvað og þetta var það lengi hjá Rikka að hann var ekki búinn að ná að hendi svo út. Þannig ég kommentaði svo hjá hann sjálfu bara, er eitthvað að þér? Og svo var það konan hans sem hringdi í hann og sagði bara, Rikki er ekki lagi meðvitað eftir þú? Þá hélt hún að hann hefði sett þetta. Skemmtilegt veistreip þar á ferð. Þetta er fallið. Já, hann er mættur hérna að taka vel á mótunum. Hann er... FM-stuðpinninn, Rikki G, Blettur. Takk aðeinslega fyrir daginn, hlusti endilega á morgun. Þá eru við Pétur Jón Sigfússon. Stöktu kontu, drengur. Ég er að koma. Það er skuttlegar heim það. Já. Er það málið? Sjáðu því þessari gulu úlpu út eins og sólinn. Já, gæti minn. Endum þetta á Philips með laginu Home. Af því að, já, það er akkurat það sem við erum að fara. Við erum að fara heim. FM 957